Grundfirðingurinn Gísli er menntaður til sjós og lands. Hann er búfræðingur og ætlaði sér einu sinni að verða hrossa- og nautgripabóndi. Síðan náði hann sér í skipstjórnarréttindi og var til sjós tíma. Hann er hvorki bóndi né sjómaður í dag, eða kannski réttar að segja hans í einmitt bæði. Hann sameinar þetta tvennt sem ferðaþjónustu bóndi bæði á sjó og landi. Þú ert grundfirðingur alveg í húð og hár. Fæddur upp alveg, já. Og alla tíð verið hér, búið hér? Mest allt, ekki alveg allt, en svona mest allt. Já. Fórstu og náður í menntun einhvers staðar? Ég fór í bændaskólann á Hólum til að vera bóndi. Ætlaði mér að vera hrossabóndi og nautabóndi. Og síðan endist það nú illa hjá mér. Og endaði á sjó. Og svo var maður að flækjast bara á landi í þessu verbúðarlífi sem var þarna upp úr kringum 1980. Svona mikið fjör á verbúðunum út all land og flækjast. Tókstu eftir því? Já. Já. Og svo flutti ég 2-3 ár til Svíþjóðar, bjóð þar í nokkur ár. Kom svo heim og keypti mér trillu og þar með síðan hef ég verið hérna í Grundarfirði. Hvernig þróast þetta í þetta? Þú byrjar kaupir bát og ert þá bara á sjó eða ekki á fiskveiðum? Já, við byrjum á að kaupa, ég og pabbi minn kaupum saman bát og við varum svo heppin að báturinn hafði nafni Láki og ég nennti ekki að mála nýtt nafn á hann, þannig að þaðan kemur nafni Láki og síðan hefur við alltaf átt bát sem heitir Láki og stundum 2, í dag á við 2, Láki 1 og Láki 2. Og svo hefði Láki Túrs og núna Láki Kaffi og síðan hinn og þessi Lákar í kringum þetta. Já, en núna semst fyrirtækið Láki, það eru bátarnir. Já, ég á það með bróður mínum, Skarphéðini Ólafssyni. Við eigum þetta saman, 50-50 og við erum báðir skipstjórar og vélstjórar. Þannig að við sinnum því báðir, en síðan ég líka framkvæmdastjóri ofan á það og síðan sé konuna Skarphéðin sem bókhaldi hjá okkur og dóttir þessum markaðssetningu. Þetta er svona fjölskyldufyrirtæki. En þið eru í Grundarfirði og víðar saman? Við erum í Grundarfirði með hvalaskoðun á veturnar og síðan færum við okkur til Ólafsvík í apríl og erum það fram á haustið. Og síðan erum við hvalaskoðun Hólmavík sem byrjum við fyrra sumar. Mjög skemmtilegt, mikið af hval og mikið af alltaf gott veður í Steingrímsfirði, það er alveg ótrúlega gott að vera í Steingrímsfirði. Þú ferð út á sjó bara á hverjum degi nánast, eða ekki? Ef það gefur, þá erum við út á sjó 2 túra á dag, 3 tíma túrar, rúmlega. Þannig að við erum meira og minna allan daginn út á sjó. Og það höfða langt mest í þín af þessu fyrirtækjabrölti? Já, það er mér mest gaman að vera út á sjó. Það fær maður svona eins útláss á veiði eða fá að leita dýrin uppi og reyna að lesa í náttúrunum og svona. Hitt er bara leiðilegt að vera hérna í skrifstofunni. Það er bara leiðilegt. Ekki mikill skrifstofukall? Nei, ekki mikill. Er alltaf tignarlegt að sjá hvali til sjós? Já. Færð þú ennþá svona? Það er enginn dagur eins á skrifstofunni og þó maður búist við að fara út og þetta verður nú bara svona létt. Stundum fyrir maður alveg rjómalogni og segir, já þetta verður létt. Það var fullt af hvali í gær, alveg 100 stykki hérna og það verður létt og notalegt í dag. Það er ekki neitt. Leit að sigla og allt í einu finnur maður eitthvað restina. Eða þá kolvillst veður og maður fer út og finnur bara við það sama. Það er aldrei eins og það er það sem er skemmtilegt við þetta. Þú bæði veðrið, fólkið, hvalirnir, þetta er allt mismundi. Og eins og segir, kannski svona einhvers konar hluti af veiðieðlinu sem fær útrás í þessu að leita það uppi? Ekkert annað, ég meina það, hvað heldur þú að sé eins og ljósmyndarar? Þetta er bara veiðieðli í þeim. Fara út með myndavélina, þeir eru bara að skjóta með öðru heldur en byssu, þeir eru bara að skjóta myndina, reyna að ná einhverju andartaki og þeir leggja mikið á sig til þess. Að veiða myndina, já. Réttu myndina. Áður skutu við hvalinn og voru að skjóta bara með myndavélum. Þá höfum við meira upp úr því. En það er ekki bara kaffihúsið og bátarnir, þeir eru líka með, skal ég segja, gisti? Já, við erum með lítið gistiheimili hérna fyrir ofan og í þessu húsi. Og síðan erum við með reynda 2 íbúðir líka sem við leiðum út í sumar, erum bara að byrja að leiða út í sumar. Og já, erum 8 herbyggi hér, þannig að við getum verið með 24 gesti. Er ekkert skrítið að fara tilbaka þegar þú varst að kaupa 3 metra trilluna og vera síðan komin með, orðin svona stór ferðaþjónustu bóndi í dag? Er þetta ekkert skrítið? Er þetta bara alveg eðlilegt framhald? Eðlilegt framhald, við náttúrulega kaupum fyrst þessar litlu trillur, svo kaupum við aðra báta og stærri trillur og vorum með fiskverkun hérna, grásleppuverkun og síðan saltfiskverkun. Og bræður minni 2 komu með okkur í þetta, mér og pappa. Og síðan þróast það út í það að við ákváðum að reynda að hætta því 2006. Það var bara verð á fiski og kvóta var bara komið upp öllu valda, það var ekki að standa í að leigja neitt og gera neitt, þannig að við ákváðum að sleppa því.
Og þá keypti ég hótel í hana og gerði það upp og rækti það í 10 ár. Og svo samhliða því þá byrjuðum við með hvalaskoðun þegar háhyrningarnir fóru að koma hérna inn á Grundarfjörð þegar síldin birtist hérna 2010. Byrjuðum við með hvalaskoðun. Mér finnst þetta merkjum svo mikinn dugnað að, sko, þú veist... Eða heimsku. Ég Sumir segja að ég á ekkert hobby. Mikið að fara í golf, segja. Já, þú hefði getað... Já, mikið þetta. Það standi þessu. Að lesa einhvern veginn alltaf, allan að tíma að lesa salinn, sko, og bara halda áfram einhvern veginn og bregðast við í rauninni, þú veist, þörf eða búa til eftirspurn eða hvernig sem það er litið. Já, þetta er svona kannski kortveggja. Gamli bóndinn kemur upp í manni að sjá tækifæri í rollunni. Í vertíðinni, eða svona. Já, oft sagt svona með ferðaþjónustunni, þetta er ekkert ósvipað landbúnaði. Dýrasti hlutin við landbúnaði er náttúrulega ala skepnun upp þangað til þau gera af sér. Dýrasti hluti við ferðamennin að ná hann til sín, svo þenni komin þá þetta er að mjólka svolítið. Og þá er gott að geta selt honum gistingu, afþreyingu og mat.